Til máls tekur núna hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Valur Gíslason, og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Forseti, mig langar til að ræða við hæstv. ráðherra samkomulag sem kynnt var í síðustu viku milli stjórnvalda og kröfuhafa í föllnu bankana. Það er að segja samkomulag sem miðast að því að aflétta höftum í landinu. Það snýst, svo fólk átti sig almennilega á því, þá snýst þetta fyrst og fremst það að þrotabúin leggi fram stöðugleikaframlag. Ég ætla að halda mig við þann hluta málsins sem er fyrst og fremst í formi eigna, ekki peninga. Það kemur best fram í því að framlag Glitnis, þrotabú Glitnis í stöðugleikaframlagi sem er 229 milljarðar, að því aðeins 3 milljarðar í lausu fé. Hitt í eignum Íslandsbanka sem hérna er á 185 milljarða og svo í öðrum óskyldum eignum og kröfum upp á 41 milljarð kannski. Þrotabú Kaupþings leggur ekki eina einustu krónu í stöðugleikaframlagi, heldur í formi eigna, það er að segja innlenda eigna og kröfur upp á 24 milljarða, í formi skuldabréfs með veði í Arion banka upp á 84 milljarða, sem eingöngu má greiða með því að selja bankann og nota söluandvirði til að greiða niður og innleysa peninga. Í þriðja lagi leggur slitastjórn þrotabú Kaupþings fram 20 milljarða hugsanlegu söluandvirði bankans ef hann selst á ákveðnu verði, annars ekki. Landsbankinn leggur 5 milljarða af peningum í stöðugleikaframlagi, hitt eru í eignum, í eins og krónueignum. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra spurninga af þessum sökum. Hver verðmat Íslandsbanka upp á 185 milljarða? Slitastjórn Glitnis mat það að þið getur hugsanlega fengið 150 milljarða fyrir þennan banka fyrir örfáum vikum síðan. Hver verðmetur eignirnar og kröfurnar sem að þrotabúin fá að henda í okkur og við þurfum að innleysa sem peninga? Hvaða eignir eru þetta nákvæmlega og hvaða kröfur eru þetta nákvæmlega? Og í þriðja lagi, hvað er hinn aðilinn, það er að segja samningsaðilinn við stjórnvöld, kröfuhafarnir, hvað eru þeir að fá út úr þessu samningi? Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Herra forseti, það var nú margt sem ekki var rétt farið með hér. Fyrsta lagi það var engin samningur gerður við nokkurn mann. Það var hins vegar þannig að slitabúin lögðu inn undanþágubeiðnir til Seðlabankans og óskuðu eftir því með ákveðinni aðferðafræði að fá að vera laus undan höftum. Og Seðlabankinn brást við þessu erindi með því að hefja samráð við efnahags- og fjármála- og efnahagsráðuneytið sem að fór hér síðan fyrir efnahags- og viðskiptanefnd þingsins. Og mat Seðlabankans er það að þær ráðstafanir sem að slitabúin hyggjast grípa til leysi þann vanda sem hefur fram til þessa komið í veg fyrir að hægt sé að gera slitabúin upp og dreifa eignum þeirra til eigendanna, kröfuhafanna. Það er aðalatriði þessa máls, að nálgast það þannig að slitabúin fái að kasta eignum til ríkisins og ríkið sitji bara uppi með þessar eignir upp á mörg hundruð milljarða, eins og það sé alveg hrikalegt vandamál. Það er alveg ótrúleg nálgun. Það sem við ættum að vera að gera er að við ættum að fagna því að við erum að komast á þann stað í fyrsta skipti frá árinu 2008 að horfa fram á lausn sem ger okkur kleift að aflétta höftum að nýju. Að aflétta höftunum. Slitabúin ein og sér voru langstærsti þröskuldurinn í vegi þess að hægt var að lyfta höftum. Varðandi mat á virði eigna, að þá hefur það verið í höndum slitabúanna fram til þessa dags að leggja mat á virði eigna gagnvart kröfuhöfum, gagnvart þeim sem eiga eitthvað undir því hvers virði eignirnar eru. Og í tilfelli Íslandsbanka þá er einfaldlega það að ræða að þetta er bókfært virði eigna bankans af frádregnum skuldum. Þetta er eigið fé bankans sem menn eru að tala þarna. Samkvæmt ársreikningum bankans, þegar menn vísa í 185 milljarða, þá er verið að vísa í tölu sem áætlað er að endurspegli hlut slitabúsins í heildareigið fé bankans eins og það verður í árslok. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Valur Gíslason. Virðulegur forseti, ég var alls ekkert að spyrja mat Seðlabankans á þessum samningum. Það stendur einfaldlega í glærusýningunni sem er reyndar það eina
sem er þetta eina sem þingmenn hafa hérna, það er glærusýning og mötun af hálfu stjórnvalda hvað þarna hefur gerst. Það stendur reyndar í glærusýningunni þetta séu nauðasamningar. Það hefur verið samið við lyktir máls og þannig hefur þetta verið kynnt stuð í sumar og svo aftur haust samninga við kröfuhafa að þeir fari út með, ég veit ekki hvað mikið, það kom ekki svarið þegar ég spyr hæstv. ráðherra aftur, hvað eru kröfuhafar, hinn samningsaðilinn, hvað eru þeir að fá út þessum díl? Hvað ætla þeir með úr landinu? Það er, virðulegur forseti, með þessum eignum sem ríkið er að fá núna til ráðstöfunar, þá er búið að hlaða veisluborðið að nýju. Það er búið að opna inn í salinn, kveikja ljósin, það er búið að dekka borðið með eignum upp á 371 milljarð á mati sem þarf að koma í verð, sem þarf að selja eða afhenda með einhverjum hætti og innleysa með fjármunum því annars gagnast þetta okkur ekki við afléttingu haftanna. Og það er það sem ég er að spyrja hæstv. Ráðherra út í. Hver metur þessar eignir? Eru þær þess virði sem þarna er eða er þetta uppbólgið verð eins og oft hefur viljað vera í dílu sem þessu? Og hverjir gengu frá þessum samningum? Fyrir hönd hverja? Eða gerðist þetta bara upp úr þurru? Gerðist ekki neitt? Lágu ekki samninga fyrir? Er ekkert samkomulag? Er þetta bara eitthvað sem hefur gerst í loftinu? Þingmenn geta ekki tekið ákvörðun eða rætt mál af þessu tagi nema að vera með upplýsingar í höndum sem þeir hafa ekki í dag. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Herra forseti, það er nú með ólíkindum að menn láti eins og hér liggi ekki fyrir þinginu upplýsingar þetta mál. Það liggur fyrir 25 blaðsíðna greinargerð frá Seðlabankanum og síðan sérstök kynning upp á einhverjar 80 blaðsíður. Og hér er búið að fara vandlega yfir þetta mál með efnahags- og viðskiptanefnd. Þannig að það er algerlega úr lausu lofti gripið að það skorti upplýsingar. Þegar vísað er í nauðasamninga þá er það grundvallarmisskilningur hjá hv. þingmanni að það séu samningar bankana við ríkið. Nei, nauðasamningar eru þeir samningar sem að kröfuhafarnir ætla að koma sér saman sín í milli að staðfesta fyrir endanum leggja fyrir héraðsdóm til þess að forða því að bankarnir verði gerðir upp með gjaldþroti. Þeir ætla að fara leið nauðasamnings sín í milli til þess að ákveða með hvað hætti þær eignir sem er að finna í slitabúunum, hvernig þeim verður skipt þeirra á milli. Verðmatið, já það er ágætt fyrir hv. þingmann að fara að átta sig á því að þegar eignir eru einfaldlega framseldar ríkinu eins og til stendur að gera með stöðugleikaframlaginu, þá skiptir í sjálfu sér endanlegt verðmat minna máli vegna þess að við erum að leitast við að greiðslujafnaðar hlutleysa búin. Eftir því sem eignirnar verða meiri, þeim mun meiri hefði vandinn verið. Þannig að það er gott að þessar eignir séu einfaldlega framseldar, svo leiðir tíminn það í ljós nákvæmlega hvers virði þær verða hver fyrir sig.